Hérna ætla ég að fara yfir hvernig við búum til skúffurnar í eldhúsinnýtingunni okkar. Inn á Innu er að finna auka málsýningar sem sýnir grunnmynd af skúffunni, stærðina á hana, og svo erum við náttúrulega aukalega með hliðamyndirnar. Það eru þessar 3 skúffur hérna, þessar 3 skúffur hérna sem við erum að búa til. Það er allar í mismunandi stærðum. Við erum með einhverja botnplötu hérna, við erum með einhverja bakplötu og svo erum við hliðarstykki, hérna sitthvoru megin. Og þetta er allt í sitthvoru stærðunum. Ég ætla að búa til nokkrar referenslínur til þess að auðveldara að vinna þetta. Og við byrjum á því, þið sjáum hérna, ég ætla að byrja að búa til þessar hliðarreferenslínur sem að skilgreina botninn á skúffunum hérna. Þessar 3. Þannig að ég píti referenslínur til næsta skúffa, miðskúffa og efsta skúffa. Þessar botnplata næstu skúffu, botnplata miðskúffu og botnplata efstu skúffu fyrir ekki. Og við leggjum saman þessu tölur sem allt okkur á hver fjarlægðin er hérna. Þá leggjum við saman hérna 5 + 13 og þá fáum við fjarlægðina. Þetta eru sem sagt 30 mm sem er fjarlægðin hérna frá. Þannig að ég fer hérna inn í módelið og ég fer hérna í left viewið, bý til 3 svona í hægri smelli hérna, bý til eina línu hér, aðra hérna og 3. hér, og ég ætla að setja málsýningar á þessu frá þessu referenslínu sem heitir miðskúffa og upp að þessari fyrstu hérna. Gera sama hérna niðri. Já, ég hitti hérna akkurat á, það er flott, þannig að það getur læst þetta strax hérna. Þessi hérna referenslína, ég ætla að hafa hana í 30 og læs henni saman með þessu efstu hérna 30 og læs henni, og ég vil gefa þessu nafn, það er alveg alltaf betra. Þannig að þessi hérna efsta heitir botnplata efstu skúffu. Rennum við hérna, kópar þetta, apply, og svo hérna þetta referenslið og þetta hérna heitir, við pista þetta bara inn, botnplata miðskúffu, apply, og sama hérna á þessa neðstu hérna. Kókum þetta, ja. Og þetta heitir botnplata neðstu skúffu, ja, apply. Og ég er ekkert að breyta þessu, ég er búinn að læsa þessu hérna og síðan ætla ég að kíkja hérna á efstu, þetta er hérna floorplan, þetta. Kíkja á þessa fyrirmynd sem ég var búinn að setja inn á Innu sem heitir auka málsýningar fyrir skúffu, það er þessi hérna. Og hérna sjáum við aðeins að útskýra hvað er að gerast hérna. Hérna erum við með hliðarstykki á skúffunum, þetta á grunnskápnum fyrir ekki. Grunnskápnum er 8 mm eins og við vorum búin að gera. Og bakplatan hérna sem er 8 mm líka. Síðan kemur eitthvað smá bíl hérna á milli, bíl að skúffu. Það eru 10 mm hérna sikkur á megin. Bíl að skúffu er samt 9 mm hérna í baknum. Og síðan koma skúffu hliðarnar hérna sikkur á megin, 8 mm þykkar, og skúffu bakhliðin með 12 mm þykkar. Ég ætla að búa til referenslínu sem skilgreinir utanmáli á þessar skúffu hérna, þessar 3 línur sem ég ætla að búa til. Og ég er hérna dagsettur í, eins og sagðan, í referensblaði floorplan og ég pý til bara 3 línur hérna, bara quick bang, svona, og ég ætla að dilla þar af, þessi hérna eru 10 mm frá 10 og hérna frá og hérna í endan eru 9. Smetla þá málsýning á þetta. Þetta er kannski fljótlegri leið heldur en ég hefur verið að gera. Þannig ég stiltist fyrst að referenslínuna, sér svo málsýningun á. Okay. Þá er þetta komið svona. Sem ég myndi vilja gera líka er síðan að gefa þessu gefa þessu ykkur smá nafn hérna. Og þessi hérna er sem sagt
vinstra, þá myndi ég segja að þessi hérna referenslína sem ég var að búa til hérna áðan, hún heitir skúfuhlið vinstri. Þetta er latið, þá notaði ég copy-paste hérna. Þessi hérna heitir skúfuhlið hægri og þessi síðasta sem er hérna. Já, ég sé að ég sett hann óvægt að vilja stað hérna. Og sjá, þá fær hún það til, hún átti ekki að vera svona utalega, hún átti að vera hérna við botnstykkið. Hérna er að vera 9 mm á milli. Svona. Hérna á hingað 9. Þannig að þá er þetta í samræmi við teikninguna sem við settum hérna. Við settum 9 mm bili hérna, ég sett hann átti vegginn. Þetta ætla ég að kalla þessa referenslínu hérna, sem er hér. Ég ætla að kalla hana bara skúfu bak. Svona. Það hefur komið með þetta fína grid, getið bara að vinna. Þegar svo búið til, ég ætla að byrja bara á hliðunum, á borðstykkinu, hérna er create, extrusion og ég seti workplane, þetta er það sem neðsta skúfan. Og þá er ég, út af ég hef búin að búa þetta til hérna, þá er ég bara með botnplötu hérna neðri skúfu. Íta OK. Og ég vil hafa extrusion start á 0 og extrusion end er sem sagt þessu hérna, við kíkjum hérna á hliðarstykkið, þannig að 162 já, pluss 18 og sjálfsög, hérna niður. Það er svona 180. Svo fyrir henni niður yfir og segi þá 180 hæðin hérna. Og síðan teikna ég bara einfallega og þetta ég er með þessa fínu, ætla að hafa rítangur, og það ég er með þessa fínu hérna referenslínur. Þá getur ég teiknað þetta bara einfallega strax hérna af. Segi hérna læsi með þessu lásum. Og svo stilli ég af hérna þessi hérna lína og hún sé þess að hún er 18 og set læsi henni. Þannig að þá er þetta stemmi hérna og referensblokk plantpalla neðst skúfu og 180 á hæð og læsi hérna þyrtin á henni. Þetta finish. Yes, ég hef ekki sagt líka hérna að þetta sé efni í þessu skápefni. Nú búið til aðra hérna hinum megin. Ég þá bara kópera þessa yfir. Hingað af. Og ég þarf að editera hana og ég þarf að aligna út af því að lásarnir fylgi vill ekki með. Svona og hérna niðri. Og ég sé að referensplanið er ennþá í lagi og þetta er ennþá skápaefni og þessi læstur. Finn ég setið mót. Þá erum við komin með 2 hliðar hérna á skúfunni. Það er að búa til botnstykkið. Já, bakplötuna. Það er sama. Extrusion. Ég segi hérna skápaefni. Referensblað botnplata neðri skúfu. En hæðin áttur á móti 260 hérna. Og ég teikna hana hérna inn. Stilla hana hérna á 12. Hæðin hérna 260 hérna uppi. Og smelli málsendingu hérna til að læsa því. Og sjá, ef ég hef gleymt að aflæna hérna, ef ég gleymt að ýta á lásana, þá get ég alltaf gert eftir á með align skipunni. Svona. Ég kíkja aðeins í 3D view hérna, sjá hvað það lítur út og þegar ég smelli hérna þá sé ég svona aðeins inn í skúfuna. Þetta bara lítið þokkalega vel út hjá okkur, held ég. Það ætla bara að búa þá til botnstykkið. Ég er ennþá í floor plans hérna. Og ég byrja create, extrusion,
Sjáum að maður svolítið endurtaka vinnuna sem maður að ég ætla að íta hérna litla píluna hérna, skápaefni og ég teikna set hérna set workplane og bara næst skúfa OK og þessi hérna tyktin á henni er 18 mm. Svona, ég spætti hérna og þetta er eiginlega að teikna hérna bara inn í. Ég er ekki að sýna præsinguna svoleiðis núna, ég reikna með að þetta sé bara skrúa saman þegar það kemur. Já, ég gleymdi einu aftur, ég skal flýta mér á mikið, ég gleymdi að setja lásana. Það er mjög mikið vett. Saman. Finish. Kíkja eftir 30 við. Það er hérna, ég ljóma þannig hennar og sé ég þetta inn í þetta. Þá þetta virkar nú svolítið samfélagið. Botnflipplandi hérna, þetta lyftir það frá brúnni og kíkja hérna hliðina. Þá er smá bil hérna á milli og hérna höfum við plássa fyrir rennu hlustan og það sem hann kom í þetta. Bakliðin er stærri, hliðarstekkin er minni og botnflipplandi hérna. Svona búum við til hina 3 skúffurnar. Eins og segja þeir eru með hérna þá stærðina fyrir þær hérna og hér og við erum alltaf að miða við þessar röntgenrýrslínur sem við byggum til. Þar eru botnin hérna á plötunum eins og við gerðum hérna á fyrstu skúffunni og svo erum við með þessa auka málsendingu hérna. Ég sýni breiddina, það eru það sömu öllu skúffunum. Aðalmunurinn er hæðin hérna og við erum að vinna á sikkur referensplaninu.